Lilja Gunnlaugsdóttir býr ásamt manni sínum og 4 ára dóttur á bænum Áshildarholti í Skagafirði. Hún sjálfstætt starfandi listakona með vinnuaðstöðu í kjallara hússins, en í húsinu bjó áður amma Lilju en sjálf ólst hún upp á næsta bæ þar sem foreldrar hennar búa enn. Í kjallaranum býr Lilja til ýmsa listmuni og skart undir nafninu Skrautmen. Leið Lilju lá þó ekki beint í listina. Já, ég fór í háskólann og lærði félagsfræði og fékk þar í framhaldinu vinnu hjá Gallup sem sérfræðingur í gagnagreiningu. Bara mitt innra tölfræðinörd bara blómstraði. Þetta æðislega gaman og krefjandi og flott vinna. En síðan var það einhvern veginn þegar við flytjum aftur hingað heim í Skagafjörðinn að þá fékk maðurinn minn vinnu sem verkefnastjóri hjá Fablab smiðjunni sem hér. Og hann var alltaf að hvetja mig að koma og bara var að segja Lilja, komdu að prófa það, þú farið þér bara þvílíka útrás að búa eitthvað til og eitthvað. Því að ég hef alltaf verið með eitthvað í höndunum, að prjóna, hekla og sauma og eitthvað svona. Þannig að ég byrjaði eitthvað að prófa að leika mér í Fablab og hausinn á mér náttúrulega sprakk bara, ég fæ alltaf allt og mikið af hugmyndum. Næði ekki að framkvæma helminginn af þeim, en það í dag þó ég hafi allan tímann í að gera þetta í raun og veru. Síðan bara var það einhvern veginn orðið þannig að þetta var farið að flækjast fyrir vinnunni. Þetta var orðið svo tímafrekt og mikið, þannig að við bara ákváðum að kýla á það. Að ég myndi bara prófa að stökkva út í djúpulaugina og stofna fyrirtæki utan þetta allt, sem ég bara sé ekki eftir. Þetta búið að vera algjör rússíbani. Suma daga maður bara með taugaáfalls og aðra daga finnst manni sem maður geti sigrað heiminn bara. En svona, þannig að já, þetta bara mjög gaman. Og þið eru samstíga í þessu, þú og maðurinn þinn, hjálpist þið eru þið bæði á fullu á vinnustofunni þinni, hvernig? Já, ég svona aðalega í þessu vörun sem ég að selja, en hann nú alltaf að veita mér innblástur og svo getur hann aldrei bara sitja kyrr og gera ekki neitt, eins og ég segi. Hann gerði upp allt húsið sem við búum í núna fjölskyldan. Og þetta hús hús ömmu þinnar? Jú, þetta hús ömmu minnar sem við keyptum 2010 og byrjuðum að gera upp. Við skildum útveggina eftir og sálina, getum sagt það. Og annars bara eiginlega allt nýtt inni. En segðu mér frá því þegar þið ákveðið að flytja aftur heim í Skagafjörð. Það eitthvað sem hefur alltaf staðið til? Langaði ykkur alltaf að koma tilbaka? Já, það bara, fjölskyldan bæði foreldrar mínir og hans og flest systkinin. En við erum mjög rík hvað það varðar. Og svo bara svo gott að vera okkur leið alveg vel í Reykjavík eða í Kópavogi, byggum þar. Og háðum mikið af vinum og svona í kringum okkur, en það bara einhvern veginn allt öðruvísi að búa hér. Það ég held að púlsinn lækki bara mörg stig við það að vera heima. Það allt miklu rólegra, við erum að vakna 10:08 og erum öll mætt í vinnuna klukkan 8. Og eigum 4 ára, svo við þurfum að koma út. Þannig að þetta alveg svolítið svoleiðis. Og svo ertu með vinnustofu niðri í húsi ömmu þinnar sem var handavinnukona. Já, það lék allt í höndunum á henni. Hún þvílíkur snillingur. Og hafði það mikla þolinmæði að hún nennti að kenna mér að prjóna þegar ég var 4 ára. Og ég svolítið skapstór og með mikla fullkomna áráttu, þannig að ég verð að viðurkenna stundum hafi prjónahníf fokið yfir herbergið. En ég kann að prjóna í dag, henni tókst þetta. En já, ég með hennar niður í kjallaranum. Við ákváðum það bara að skipta kjallaranum bara á milli okkar. Þar sem hann hefur aðstöðu fyrir sitt og ég aðstöðu fyrir mitt. Og þar ég með saumastofu og líka að mála og öll mesta hugmynda mín fer mest fram þar. Það var gott að kúra sig niður í stólan þar sem og svolítið láta hugan reika. Finnur þú kannski fyrir ömmu þinni þannig? Já, og báðum. Ég var líka það heppin að móðuramma mín var líka, hún bjó hjá okkur líka. Og ég tala ennþá við þær, Það hljómar kannski svolítið skrítið, en ég finn alveg fyrir það stundir sem ég bara hvernig geri ég þetta? Og þá finnst mér eins og þær komið svarið. Þær alveg frábærar, þarna hjá mér, ég finn það alveg. Segðu mér aðeins frá því hvað það sem þú ert að vinna með, bæði efni og hvernig þú notar það?
Já, annars vegar ég hérna að búa til svona skartgripi og muni, svona svo kertastjaka og óra og svona fyrir heimilið. Og það úr plexigleri. Og það rosalega skemmtilegt efni því að maður svona, þú veist, það svo rosalega margt sem maður getur gert með það. Þarftu ekki tækjabúnað til þess að geta unnið með svona? Jú, ég keypti mér hérna svona leysiskurðavél og við útbyggum vinnuaðstöðu bara hérna í bílskúrnum. Þannig að það engin bíl í bílskúrnum hjá okkur. en það alveg frábært. Það munar miklu og gott að geta haft þetta heima við. Svo ertu að hanna með efni líka? Já, og svo ég hins vegar með hérna silkiklútana mína. Já, þeir eru úr ekta silki og eru líka með hérna roði sem þvottaekta, unni hérna í sjávarlegri á Sauðárkróki. Og það þetta æðislega skemmtilegt að vinna með þessi tvö efni. Því að silki er svona fínlegt og svona, já, svona mjúkt og meðan roði er svo hrátt og þú veist, já, þetta er bara eins miklu aðstæður og hugsast getur og bara saman þá er þetta eitthvað svo frábært og passa svo flott og þannig að það er bara mjög gaman. Og roðið kemur hérna frá Sauðárkróki? Já, frá Sauðárkróki. En hvað kemur silkið? Herðu, já, það sá að segja fyrir því. Það í raun og veru í gamla daga, þegar ég kringum fermingu, þá byrjaði ég eignast í pennavinkonu í Kína, gegnum æskuna, sælla minninga. Og við höfum alltaf haldið sambandi, því að við skrifumst alltaf á og fyrst bara skriflega á bréfi og síðan fór það yfir í tölvupóst og svo kom Facebook og svo Skype og þannig að við alltaf höfum haldið sambandi. Og hún síðan á fyrirtæki sem framleiðir silki og hún raun og veru framleiðir fyrir mig silki mitt og ég get komið því að hún er sjálf með rosalega flott og stóra aðstöðu sem hún getur sjálf prenta munstur og eitthvað svona, þannig að ég hef verið að biðja hana að útbúa silki fyrir mig og hún selur það einhverjum öðrum, sko. Þannig að það er bara æðislegt. Það er alveg magnað. Já, þetta er bara, heimurinn getur verið lítill ef maður vill það, sko. Æskan. Já, nákvæmlega. En svo ertu að fara til New York í ágúst. Hvernig kom það til? Já, það er mjög spennandi. Það var þannig að vinkona mín sem býr út í Bandaríkjunum, benti mér á þessa sýningu og hvatti mig til þess að sækja um. Og ég ákvað bara að slá til en þetta er rosalega langt og mikið umsóknarferli og þetta er ekkert eina sýningi sem ég sótt sko. Þú veist, það er rosalega mikil vinna bak við þetta og maður þarf að senda sýnisorn út og vera með góðar myndir og markaðsefni og vera bara með allt á hreinu áður maður færi raunur og komst inn. Þannig að ég fékk ákveðið spennufall þegar ég svo komst, fékk bara tölvupóstinn það bara, congratulations, maður bara í alvörunni, alveg hér sko. Og hvað sýning er þetta? Hvernig sýning er þetta? Þetta hún heitir New York Now og þetta er ein staðsta markaðs- og sölusýning sem haldin er í Bandaríkjunum og hún er haldin 2 ári, það sést í ágúst og síðan minnir maður í febrúar og ég komst inn í ágústsýninguna. Og maðurinn fer með þér? Já, og maðurinn minn fer með mér, þannig að það er ágætt að maður sé ekki aleinn þannig að maður fari í fyrst sinn bæði til Bandaríkjanna. Þannig að það verður líka bara ævintýri að fara til New York og gistum bara erum bara á Manhattan, bara hjá Times Square og... En það getur ekki verið að sé ókeypis að fara til New York á svona hátíð, er ekki mikill kostnaður fólkið með þessu? Jú, það er rosalega kostnaður. Bæði náttúrulega bara að fá að taka þátt í sýningunni sjálfri, það kostar og svo náttúrulega flug og hótel, það er ekkert ókeypis í New York. En ég búin að vera rosalega lánsöm, ég fékk bæði styrk frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands og svo var ég að fá bara svar núna í morgun að ég væri að fá líka styrk frá SSNVAF sem ég er bara virkilega þakklát fyrir, þetta hjálpar mjög mikið. Lilja vonar að þáttaka hennar í sýningunni verði til þess að hún landi samningi við verslun eða verslunarkeðju í Bandaríkjunum og geti í kjölfarið ráðið sér starfsmann í framleiðslu. Hún segist vilja sjá allan ávinning skila sér í heimabyggð og að verkefnið muni styrkja atvinnulífið á svæðinu. En fyrir þá sem komast ekki á New York Now sýninguna þetta árið þurfa þó ekki að örvænta því Lilja sýnir líka á Íslandi í ár. Ég fer líka á handverkshátíðina á Hrafnagili sem verður mjög gaman. Ég hef aldrei tekið þátt en ég hef oft farið þannig ég hlakka mjög mikið til að taka þátt í henni. Það er líka mjög spennandi. Hlakka til að fylgjast með þér í framtíðinni. Já, takk hérlega.